en leikstjóri Sveinn Einarsson. Sem sagt, áramótaskaup sjónvarpsins 1987 hefst eftir örskamma stund en fyrst verður dregið í lottóinu. Kæru lottóunendur og velkomin í landsleikin okkar. Nú, þessi útsending markar viss tímamót í sögu lottósins þar sem ný lotta hefur verið tekin í notkun. Dídí, ég skipti yfir á þig. Já, þakka þér fyrir takið mín. Það var ekki. Já, þessi nýja lotta sko ekkert slor. Hún bara getur ekki bilað, það ekkert annað. Maður þarf ekki einu sinni að stinga henni í samband. Á gleyma því, Nú, nema hvað, auk þess hún gætt sjálfvirkum hristara sem á að sjá til þess að kúlurnar Það var nefnilega það mín þakka þér fyrir. En milljónamæringunum okkar fjölgar stöðugt. Og hvað eru þeir orðnir eiginlega margir? Margir? Já. Milljónamæringarnir? Já. Þeir eru nú, skal ég segja, þeir eru orðnir bara ansi margir, bara svo. En það vill einmitt svo skemmtilega til að hann Toggi hérna, hann einmitt einn af þeim. Segðu hvað frá því, Toggi mín. Það var hann í síðustu viku. Já. Þá var ég nokkuð góður í tippinu. Nei, já veið, tippi gekk upp. Þetta, já, það gekk vel hjá mér. En ég held að við skulum ekki vera það neitt lengur um það. Heldur vind okkur beint í leikinn. Dídí mín, ef þú vildi gjöra svo vel að... Já, ég finna með svona fjárstýringu. Þetta eiginlega fullkomin lotta. Með fjárstýringu hérna. Við sem að kunnir á hana. Já, það hérna þessi... Smá mistök. Það er þessi hérna pakki, Þetta á ekki að vera svona. Það er þessi hérna pakki, sjáðu, svona. Já, það fyrir í gang. Já, þá rullar leikurinn áfram. Já, sko, nú fara það að stað. Þetta er eins og Gullfoss, Dídí. Eins og Gullfoss. Svo skáldlegur, Toggi. Já, en sem sagt, kúlurnar eru allar komnar í mallana og í lottu og rulla nú þarna hver aðra þeirra. Þetta er reglulega spennandi. Fyrsta talan lítur að fara að koma, hvað hverju? Við bíðum spennt. Vildur þú fá þínar tölur núna, Toggi minn? Já, þarna kom fyrsta talan. Fyrsta talan var 5. 5? Já, þá var það bíðasti fyrir næstu. Þú varst með 5 ekki. Og næsta tala er líka 5. 5. Og þriðja talan, önnur talan er líka 5 og þriðja talan verður hvað? Þriðja talan er að koma þarna. Hver fær nú milljónirnar í kvöld? Þriðja talan, fór. Þriðja talan fór. Fór, ég held að það er... En ég held að það hafi verið 5. Það er eitthvað ekki eins og á að vera. Ég held að við látum þessu lokið, eða við rjúfum útsendingu og komum aftur síðar. Við ætlum aðeins að athuga þetta. Ekki henda með honum. Ég endurtek, ekki henda með honum. Við komum aftur síðar. Það er eitthvað defekt við þetta. Þetta er alveg fáránlegt. Hver? 3 sinnum 5 og 1 út á gólf. Nú árið er liðið, hægt og hljótt. Ofan af borgin rísa. Einu sinni enn. Hún er að fara á ball, há og fögur. Mánin hátt á himni skín í aldanna skaut. Hægt og hljótt. Hún er að fara á ball, minnir á ástir og álfasögur, prímfölur og grár. Og aldrei það kemur til baka. Einu sinni enn. Eitt stykki, lítið og pennt, ofurfallegt ráðhús. Þeir sem eru samþykkir. Það er samþykkt. Já,
Við bíðum enn hér í stjórnarráðinu. Hér bara ekkert að gerast og við bíðum og bíðum alveg bara í ofvæni. Verður þú forsætisráðherra? Verður þú forsætisráðherra? Það er nú ekki tímabært á þessu stígi málsins. En langar þig kannski Þetta ekki spurningin það hvort mig langar eða langar ekki að verða forsætisráðherra. Þetta spurningin það hvort einhverja aðra langar eða langar ekki að verða forsætisráðherra og hvort ég sjálfur reiðubúinn að axla þá pólitísku ábyrgð að taka sjálfur af þeim ómakið. Hverjar eru horfurnar? Engu hægt að spá. Engu hægt að spá. En getur ekki reynt að segja eitthvað? Verður þú forsætisráðherra? Já, ég hef mjög miklar áhyggjur af þessu, ég verð að segja það. Ég sannfærður það, ég alveg sannfærður það, að það verður mjög erfitt að finna þennan mann. Nú, Þorsteinn eins og þið vitið ennþá í fyrsta bekk. Það allur gangur á Jóni Baldvin, ég var áhyggjur af því. Hins vegar geti ég hugsað mig rólegt embætti, mjög rólegt. Eins og hvað embætti? Já, framkvæmdastjóri hinna Sameinuðu þjóða, eða þörungavinnsluna til dæmis. Hvernig gengur stjórnarfá að borga í þörungavinnsluna? Mjög þungur róður, ég verð að segja, ég var áhyggjur af því. Mjög miklar áhyggjur. Verður þú forsætisráðherra? Spurt verð ég forsætisráðherra? Svar, málið snýst ekki það. Spurning númer 1. Má landið vera stjórnlaust? Svar, nei, því verður að stjórna. Spurning númer 2. Hver færum að stjórna? Svarið einfalt. Núverandi stjórnkerfi ónýtt. Það þarf að fleygja því. Það þarf menn sem hafa kjark til að moka íhaldsflórinn og hreinsa út úr Framsóknarfljósinu. Langar þig til að verða forsætisráðherra? Enn spurt, langar mig að verða forsætisráðherra? Svar, málið snýst ekki það hvað mig langar beinlínis, heldur að þetta gangi. Og það rífandi gangur í þessu. Í augnablikinu rífandi gangur. Og ég hvergi banginn. Þú hvergi banginn, segir. Rífandi gangur, segir þú. Hvað áttu við með? Sæll, Elskan mín. Hvað í matinn, elskan? Já, hvað að hafa eitthvað ódýrt, elskan? Eitthvað skynsamlegt, eitthvað haxi, eitthvað í samræmi við kaupgetu einstaklingsins. Hvað eiginlega í matinn? Soðin ísa og grænmeti, elskan. Jón, ekki ísan orðin svo dýr, elskan? Já, ég slepp svo billega út í því, elskan. Hvernig þá, elskan? Nú, ég sleppi bara ísin, elskan. Kynnist heillandi heimi. Gefið tilverunni nýjan lit. Trottu þér nú inn í tjaldið. Á sjúkrahúsum landsins gefst þér kostur á að kynnast nýju og skemmtilegu fólki sem bæði hjálplegt og úrræðagott. Nei, það var ekki þetta. Og fátt ánægjulegra en að sjá hvernig menn sigrast á veikindum sínum og ná jafnvel fullum bata. Á sjúkrahúsum landsins færðu útrás fyrir manngæsku komplexin sem hefur þjakað þig svo lengi. Ánægjan ómæld og launin næstum því engin. Heilsugæsla ríkisins. Þetta síbilan FM 999,9, þetta var góð lumma. Ég heiti Dotti og klukkan kortið fyrir og ég búinn að setja hana síðustu ferðartímana eftir að setja hana á klukkutíma viðbót með létt spjall og líf og tónlist. Og nú klukkan alveg 14 mínútur fyrir og við fáum rétt bráðum alveg fréttir, alveg fullt af fréttum. En á meðan það skulum við bara hlusta á alls kyns músík. Já, ég heiti Dotti, ykkar eina sanni Dotti, þegar klukkan 12 mínútur fyrir. Þetta síbilan og við fáum auglýsingar. Ýmis stórvirki á sviði kvikmyndagerðar voru unnin á árinu. Eitt hið tilkomumesta var sjónarspilið í ljósi rjúpunnar.
Við hittum aðstoðarleikstjórann og inntum hann eftir því hvort eitthvað væri hæft í því að menn og skepnur hefðu mátt þola hina verstu meðferð. Nej, absolut inte rätt. Nej, det syns bara isländska folket, det är lumma och gammaldags. Vi är här att skapa ett odödligt mästerstycke. Och läkarstjóren är helt fantastisk. Slik att man bara faller i förundran och jag vet inte vad. Ja, jag tror att isländska folket är bara övertjug i honom. Hej, stanna där, brillorna väck! En þá ekkert til í því að tveimur bandvitlausum holdanautum hafi verið att saman á lítilli sillu eftir Látrabergi og að þar hafi verið fyrir 8-10 aukaleikarar sem hefðu mátt dúsaðar í 3 sólarhringa í grenjandi rigningu af því að enginn mundi eftir að síga niður og sækja þá. Nej, det är mycket ykt. Ja, det var bara 77. Och det var bara där i 2 dagar. Ja. Och så var det alls inte heller något nöjtat. Nej, det var bara så en god gammaldags skämton för folket. Minst och kostigt tror det jag är. Det var mycket gammal att se det från Bjärgbron. Hej, vad gör du? Hej! Sätta klätten ner, ja. Sören, þú ætlar að leyfa okkur að fylgjast með því sem nú har verið að gera? Ja, tack. Ja, den här scenen som vi ska se, den handlar om några isolver som är en av huvudpersonerna i filmen. Släpper fri 10 rjoper som vi fick speciellt vettar för oss av några goda män. Och denna här scenen är typisk för den frälsnings- och glädjeanden som rikar i filmen. Nej, stopp! Hvað þetta? Hvað þetta? Akkur eru helvítið sem rjúpurnar dauðar? Hvaða auming eftir að sjá rjúpurnar? Þetta var ég meina, sko. Akkur það dauðar? Ja, det är en palle. Ja, den som blev stängd av nöjten för en månad sedan och ligger på sjukhuset. Okej, see your point. Berti, nú ert þú geysilega umdeildur maður og það að hvað þú ert umdeildur hefur náttúrulega í för með sér að menn er alltaf að deila um þig og það náttúrulega þegar menn deila um þig sko þá talar það hvað þú ert ákveðlega duglegur og kraftmikill og það þú ert kraftmikill sko hefur náttúrulega í för með sér að menn deila um þig sko þegar þú ert að berjast fyrir ýmsum málum til dæmis að dugnaði eins og til dæmis fyrir málum lillamannsins og það að þú berst fyrir svona málum að dugnaði hefur náttúrulega för með sér að þú verður náttúrulega umdeildur og menn deila um þig ekki ákveðlega þess vegna Albert, ekki ákveðlega þess vegna sem menn er að deila svona um þig að þú ert svona duglegur og kraftmikill og hefur svona Albert Jú, ég vístu því að þetta sé rétt hjá þér. Annars sest enginn á mig og Þorsteinn er sinnar gæfu smiður. Já, en er þetta bara ekki öfund? Öfundaðir þið ekki bara því að þeir eru öfundsjúkir yfir því hvað þú ert umdeildur og kraftmikill og þú ert umdeildur vegna þess að þú ert svo kraftmikill og að maður sem er svona kraftmikill kemur náttúrulega óskaplega miklu í verk og verður þá umdeildur af því hann er svona kraftmikill. Já. Er það ekki? Jú, þetta er alveg rétt hjá þér, Halli minn. Þetta er öfund. Já. Annars veit ég ekkert hvað gerðist í bankaráði Útvegsbankans meðan ég var formaður í því. Nei. Ég var hreinlega ekki með réttu ráði. Svo réttu bankaráði. Nei. Já, nei. Og þetta með hafskip, að hafskip hafi farið á hausinn. Ég vil bara benda á það að meðan ég var formaður bankaráðs Útvegsbankans og stjórnarformaður Hafskips að þá kvartaði aldrei bankaráðsformaðurinn við stjórnarformann Hafskips. Ekki meðan ég var þar. Nei, ekki svo ég viti. Enda var þetta allt í lagi þá. Hafskip fór ekkert á hausinn þá. Nei, ákveðið þá fór ekki á hausinn. Já, en Albert, nú hafa verið borðnar á þig ýmsar sakir. Sumir segja ró og aðrir níð. Og það gengir svo langt að sumir menn hafa talað að þú gætir ekki gengt þeirri stöðu sem þú hefur gengt vegna þeirra ásakana sem verið borðan á þig. Er þetta bara ekki rógur? Er ekki bara rógur? Alveg. Rógur? 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 Jú, ég skil ekkert í því að menn get ekki borið sínar eigin sakir. Alltaf að hella öllum sökum yfir á mig. Já, nei, það gengur ekki. Nei, annars get ég sagt ykkur það, drengir mínir, að ég kenndi þessum drengjum að vinna og vinna vel fyrir litla mannin. Já, þetta eru allt gamlir lærisveinar mínir. Og Yngvi minn, þér get ég sagt það. Þið hérna hjá sjónvarpinu sem að gerðu nú fræga mynd hérna árið sem öll þjóðin horfði á og hét Fiskur undir steini. Þið ættu nú að gera aðra kvikmynd. Yngvi. Já, litla mannin sem að myndi þá heita Fiskur undir Þorsteini. Það er svo glaður
sem góðra vina fundur svo glad sem góðra vina fundur og gleði kýra vonar írri frá og svona voru rauði skrýtir stund. Góð kvöld og velkomin í Öskubakkann. Nú, þetta er síðasti þáttur okkar Amerikingar að þessu sinni. Við höfum farið nákvæmlega í saumana á því hvernig á að byrja að reykja og ætlum nú að fara í það hvernig á að hætta að reykja. Nú, það sem þetta hefur nú þvælst dálítið fyrir okkur, höfum við fengið til okkar hann doktor Hagbarð Reykdal og hann línu okkar sem ætla að hætta öllum reykingum hér frammi fyrir alþjóð. Á ég drepi núna? Nú já, auðvitað, þá fyrir þið verið. Doktor Hagbarður, þú segist geta komið í veg fyrir öllina fráhvarfseinkenni. Já. Þú ert ekki að vaða reyk eða? Nei, en hérna, segðu mér hérna, hvaða aðferðum beitur við þetta? Er þetta einhvers konar dáleiðsla eða? Nei, ég nota verkfæri sem ég hef hannað sjálfur og gert tilraunir með á sjálfum mér. Já, ég skil, akkurat, já. Nú, jæja, Lína, erum við þá bara ekki klár í slaginn? Jú, hvað leggum við ekki á sig til þess að hætta? Já, einmitt. Nú, jæja, við bíðum og sjáum hvað setur. Það dregur enginn í efa að reykingar eru stórhættulegar heilsumanna, ekki einungis heilsunni heldur líka öllu umhverfinu. Nú, þetta er stóra spurningin, tekst Línu að hætta að reykja eða ekki. Við látum þessu lokið hérna úr Öskubakkanum sinni. Takk fyrir. Takk fyrir. Á einhver eld? Vá, ég hélt ég myndi ekki meika þetta. Afnotagjaldi. Nú, við vorum að fá þar fréttir eftir þessu að mikil ólæti var að brjótast út í miðbænum núna, mikil ólæti, allt á tjáatundri og hvorki meira en mína en 60 rúður hafa verið brotnar. Það er mikið á unglingum það núna, þannig að það er kannski ekki von á góðum og allt á tjáatundri, en við munum sjálfsögðu fylgjast með því. Lína. Það kvöld og abba-labba-lá fór hjarta mitt á tundur og á tjá og ég leið þær dökku brár þetta dular fulla bros kom upp eldur eins og heklu gos og þegar þú mig síðan yrtir á og hönd þín smá í hendi minni lá þá stóð ég uppi sem þvara og allt virtist fara á skakk og skjön og skám, já, ó, abba-labba-lá. Á toppinn, baráttusaga manns sem átti í ófriði heima fyrir, en lét ekki deigan síga, heldur brá sér yfir hálfan hnöttinn þar sem hann tók við alþjóðlegum friðarverðlaunum. Á toppinn, einkennileg saga sem sýnir að enginn er spámaður í eigin föðurlandi, Axarskaft. Pottþéttur vinur, mögnuð saga einstæða vináttu tveggja manna sem báðir vildu ráða. Hvor fékk á baukinn, sá sem mátti láta í minnipokan eða hinn, og hvaða tilgangi þjónaði góðmennskukastið. Pottþéttur vinur svarar öllum þessum spurningum. Pottþéttur vinur, undarleg saga frá Axarskafti.
Við göngum út á götu með hljóðnemann að vanda að fiska eftir gullkorni vikunnar. Hver skildi nú eiga besta gullkorni í þessari viku? Það spurningin. Finnst þið gaman í skólanum? Yes, of course. Why? Ég meina, af hverju? Well, you know. Hvað ætlar að verða þegar þú ert stór? Master of the universe. Nú mikið það rætt að gamla fólki sé fyrir og við vitum bara ekkert hvað við eigum að gera við það. Hvaða skoðun hafið þið á því? Nei, við höfum aldrei verið fyrir hvort öðru. Við höfum alltaf verið fyrir hvort annað. Takk fyrir. Það hefur verið mikil umræðu það í þjóðfélaginu upp á síðkasti að það sé svo leiðilegt að vera í skóla. Hvaða skoðun hefur þú á því? Takk fyrir. Annars engin vafa á því að það verður að endurskoða skólakerfið og fara ofan í saumana því hvað kemur í veg fyrir að nemendur njóti námsins og gleði fræðslunnar. Nýafstaðinni könnun... Takk fyrir. Já, góðan daginn. Ég frá ferðaskrifstofunni Framsýn. Má ég óska til hamingju? Góði minn, það komin ókunnugum maður frá einhverju ferðaskrifstofu. Nei, það hlýtur að vera einhver misskilningur. Hvað ertu að gera með þessi blóm? Nú, hafið ekki frétt það. Þið unnuð verðlaun í keppninum gullkorn vikunnar og af því til náttúrulega ferðaskrifstofan Framsýn að bjóða ykkur og allir í fjölskyldu, börnum og barnabörnum til útlanda. Við erum einmitt með svo hentugar ferðir fyrir svona gamalt fólk sem svona fyrir hvort annar. Við erum með þessi sumarhús sem eru alveg í sérflokki. Nei, við ætlum ekki neitt ferðalag. Við fengum þessa hugmynd þegar við fréttum að þið hefðu aldrei komið til útlanda. Gjörðu þið svo vel. 10 miðar. Komið núna. Já, verðu þið ekki hress? Já, reyna að ná myndum af þeim brosandi. Brosandi aðeins, já. Horfa í vélina, takk fyrir, þetta flott, þetta flott. Teglaði svona. Fellur ekki í stafi yfir að sjá mig. Það falla allir í stafi yfir ferðunum með Framsýn. Þá eru þið búinir að velja sér bílana og farnir að stjórna. Já, þá erum við skötuhjúin aftur mætt og nú ætlum við að láta þetta ganga. Ekkert 5x5 dimma limmi sáðan. Takki! Ekki henda miðunum! Ekki henda miðunum, segja. Ekki henda miðunum. Hvað í matinn, elskan? Langar þið að vinna þér inn fyrir fisk, elskan? Ertu tilbúin að taka áhættuna? Ef þú svarar ég, hvað er fisk, elskan? Komdu með spurninguna. Hvað eyðir svona venjuleg húsmóðir miklum peningum í matarinnkaup á mánuði, elskan? 26.000. Vittlaust! Þú er búinn að tapa fiskinum í dag, elskan. Ennið, á eintali. Og hér kemur stjórnandinn, hinn eldklári, ofsarressi, frábæri og eini sanni Emmi! Hæ, elskurnar mínar, þið eru æðisleg, frábær og velkomin í þennan bráðskemmtilega og eldhressa þátt hjá hinnum eina sanna eldhressa bráðskemmtilega mér sjálfum! Er ekki allir í stuði? Það er nefnilega það. Jæja, elskurnar mínar, ekkert mas, ekkert dras og étinni gras. Og þá skulum við fá fyrsta gestinn. Gesturinn okkar í kvöld er hvorki meira en ég minna en tvö pokadýr hérna. Við skulum sjá, þekkir þau einhver? Hver haldi að þetta sé hérna til dæmis? Hófi. Hófi, ekki alveg rétt en nála því. Við sjá,
Nei, sko, það hún Samfríður okkar frá Guðnuborg. Hvað segir það, skan, ekki gaman að vera í sjónvarpinu? Alveg æðislegt. Já. Heldur mamma sé að horfa á þig núna? Alveg áreiðanlega. Það nefnilega það. Jæja, og hver ætli þetta sé svo? Ég veit það ekki. Nei, það ekki rétt. Skal sjá. Nei, Guðmundur frá Guðnuborg. Hvað segir Guðmundur minn? Það gott. Já, það ekki. Það er að gretta þess að fyrir mig. Nei, það er nefnilega það. Jæja, elskurnar mínar, og þá skulum við fá undrabörnin, gjörðu þið svo vel. Ó, þú gessimin mín, þú dýra gessimin mín. Inni mér allt á toppi, út af þínu stóra kroppi. Ó, þú gessimin mín, þú dýra gessimin mín. Þú ert lífs mín skónsætasta nammi namm. Og ég elska í þér sérhvert gramm. Ó, þú gessimin mín. Ó, þú gessimin mín, þú dýra gessimin mín. Alltaf frá ég þig að líta, þig að faðma, kissa og bíta. Ó, þú gessimin mín, þú dýra gessimin mín. Þú ert glæsilegur eins og grimmur örn, saman rekin eins og sirkusbjörn. Ó, þú gessimin mín. Ó, þú gessimin mín, þú dýra gessimin mín. Án þín ég í einsum búri, eins og sorgmætt ljón í búri. Ó, þú gessimin mín, þú dýra gessimin mín. Ef þú ert hjá mér, hátt og snjart ég syng. Ást þín verkar eins og kraftlifting. Ó, þú gessimin mín. Ó, þú gessimin mín. Þið eru æðislega, elskurnar mínar. Ráðherrann hlýtur að sjá að þetta getur ekki gengið svona lengur. Ég er að sligast undan því fargi sem á mér hvílir. Heimilið að leysast upp. Konan mín hótar að fara frá mér ef ég fæ ekki lán. Börnin eru þegar farin, hvert á sínum bens, og það án þess að segja bæ. Ég er bara blátt áfram verð að fá lán. Hvað er íbúðin ykkar stór? Stór? Það er ekki neitt. Skiptin 800 fermetrar. Það þykir pláss. Það er ekki eins og þetta skipt skoðun þarna, það er svo dröngt. Hvað eru þið mörg í heimili? Mörg? Nú það er ég og kona mín og við bæði og svo við hjónin og hún og ég er 8. Hvað hafið þið beðið lengi eftir láni? Lengi? Áreiðanlega 10 mínútur. Mörg? Nú það er ég og kona mín og við bæði og svo við hjónin og hún og ég er 8. Hvað hafið þið beðið lengi eftir láni? Lengi? Áreiðanlega 10 mínútur. Hvor fær þá banka? Hvorugur. Hvorugur? Hvorugur. Hvor bauð betur? Hvorugur. Hvorugur? Hvor lét undan? Hvorugur. Hvorugur? Hvernig fer þetta þá? Hvorugur. Hvorugur? Viðskiptaráðherra, nú er ljóst að hvorugur aðilinn fær bankan. Þið eru samt enn að funda. Eðlilega. En til hvers? Er eitthvað að fæðast út úr þessu? Já, við erum enn að gefa upp boltan. Á eftir bolta kemur barn. Og ég er eitthvað allra haug og hreyfing fyrir alla. Dansum með stelpunar. Þetta er sífélan FM 99,9. Ég er enn á því að hlusta, á morgun verð ég 15 tíma pæli í því. Og klukkan er hreinlega kortið gengin að göflunum. Er eitthvað á línunni? Nei, það er enginn á línu. Við tökum á þetta aðeins eftir smá stund. Þetta er sífélan FM 99,9. Þetta er Dotta, ég er alveg að tóla hvað því eftir þetta smá stund. Sjóttir allir að syngja með krakkar mínir. Stuð, meira stuð, haha! Á næsta ári kemur á markaðinn ærleg nýjung á sviði íslensk landbúnaðar sem á að slá hinu eftirsótta fjallalambi við. En það er kjötfjallalambið. Tilraunir með framleiðslu þessa lostætis eru þegar farnar að draga kind á eftir sér. Dilk á eftir sér.
eins og sjá má. Við erum nú stödd á einu af síðustu vinnslustigum kjötfjallalambsins. Hér er ströng löggæsla því spurt hefur að lambakjötið eigi það til að smygla sér sjálfkrafa á brott. Uppskriftin af kjötfjallalambi, hver er hún? Já, sko, þetta er búið til úr sauðkind. Já, sko, fyrst er sauðkindin rekin inn á alfriða náttúruverndarsvæði eða látin éta gras sem hefur verið sáð alveg sérstaklega til að hefta uppblástur. Sko, við þetta breytist sauðkindin í fjallalamb. Nú? Já, síðan er fjallalambinu slátrað í sérstöku sláturhúsi sem verður að reka með sérstakri undantágu frá dýralækni og heilbrigðiseftirlitinu. Já, sko, til þess að ná þessu sérstaka bragði. Já, en þá fyrst er lambið tilbúið, altså fjallalambið, til að verða rekið á kjötfjallið. Já, sko, en kjötfjallið, það gnæfir nú hærra en nokkurt annað fjall í landi voru. Til dæmis miklu hærra heldur en hvalfjallið. Já, eða kjúklingagnýpan, þetta útbreiðir salmonellusýkin. Já, eða hvað er nú að heita þessi fjöll í okkar fjallótta fjallalandi. Já, þegar hér er komið sögu, þá er fjallalambið látið frjósa í kjötfjallinu í 3 ár. 3 ár? 3 ár, já, sko, það er einmitt þessi langa geymsla á fjallalambinu sem gerir það svona dýrmætt. Nú, hvernig það? Sko, af því að það er svo dýrt að geyma það. En þið grafið kjötið, hvers vegna grafa það? Hvers vegna? Jú, það er einmitt til þess að fá enni betra og lostætara afbrigði af kjötfjallalambinu, svo kallað graflamb. Já. Það er ströng löggæsla hér eins og ég sagði áðan vegna þess að lambakjötið hefur það átt til að smygla sér sjálfkrafa brott. Er það ekki rétt? Jú, það er oft mikill óró í þessu lambakjötu. Við erum reynt að selja varnaðinni kjöt en strákarnir á vendinni þykjast ekki þurfa að kaupa kjöt segja lambakjötu smygli sér inn sjálft og það sé þið getur fengið þessu þið vilja ókeypis en þetta ætlum við að stoppa við hvað þetta lambakjöt stúlkukindur. Þetta var alveg hræðilegt líf. Var það, já? Ég get varla talað það, sko. Maður var komin alla leið niður á botnin. Var það? Það var ekki hægt að komast neðar. Nei. Svo skildi ég auðvitað við hann. Hvað segir þetta? Hann fann að lemja mig. Ég meina, vá, maður lætur nú ekki bjóða sér allt. Nei, auðvitað ekki. Missið ekki af þáttunum úr sálardjúpunum þar sem komið er við kvikumann lífsins á hverju kvöldi. Crazy! Er það ekki svona frekar óíslenskulegt nafn á verslun? Nei, ekki að þegar maður sé með þannig fött, aldrei svona crazy, þú veist. En þetta er náttúrulega ekki íslenska. Íslenska? Þetta skrifa eins og þessi íslenska, ég menna það meikar engan diff. En við erum búin að hætta við setuna. Erum við búin að hætta við setuna? Mér finnst það eiginlega flottar og svona samt, sko. Annars er þetta komið þannig til að ég heiti Kristinn Einarsson og kærasta mín, hún heiti Sísí. Nærðu ekki? K-R, sko, E og C. Crazy! Get it! Já, svona er nú uppastællin, allt er tekið gilt, allt er núna leið, engum verður byggt, og búðin heitir staðlega Cosmos Chicken eða ill, come on wow, það meikar engan dill. Ef þér finnst það crazy sem oss þykir þá höfum við ekki sama málfarsfílingin, nú gildir það eitt að vera ofsætla for rest, og smiley situr fast og yes. Við erum crazy og flippum Sísí og Daisy í einum Við erum uppar með eigin stíl í crazy outfit Við meikum díl Við erum crazy og flippum Sísí og Daisy í einum Við erum uppar með eigin stíl í crazy outfit Við meikum Þá eru það húsnæðismálin. Jóhann er að gráta. Elskan. Ástin mín.
Langar þig að vita hvað er í matinn, elskan? Það er grænmeti, elskan. Engin fiskur, elskan. Því miður, Jón, bara grænmeti. Nú, það sem hefur gerst er þetta. A. Ég hef ekki fengið fisk að borða í langan tíma. Bara grænmeti. Alltaf þegar það er fiskur í matinn er engin fiskur á borðum. B. Ég er orðinn svangur. Og í þriðja lagi, mig fara að langa í soðna ísu. Ég er það svangur orðinn að þó langa sé ekki það sem ég langar alla jafna í, þá myndi ég éta hana ef hún byðist. Leiðir til úrbóta. Við hættum þess vegna við að leggja skatt á matvæli. Formaður byggingakostnaðarnefndar, þessi flugstöðarbygging, eru þetta ekki bara tómi loftkastalar? Loftkastalar? Það var nú lítið var í flugsamgöngu sem héldu sér bara niður á jörðinni. En hefur þetta ekki allt saman allur kostnaður farið langt fram úr áætlun? Áætlun? Hvenær hefur flug staðist áætlun hér á Íslandi? Aldrei, ekki. Sem betur við höfum veðurguðina yfir okkur hér dagsdaglega. En var ekki tækt að spara, ekki lítið? Spara? Við mögum spara stórlega í sólarhörnum Íslendinga. Hér höfum við skapað suðrænt andrúmsloft. Fólki þarf ekki að koma hingað og kaupa sig inn gegnum vægu gjaldi. Það þarf ekkert að fara lengra. Þetta getur það sóla sig í eðlilegu umhverfi undir döðlu og fíkjutröð. Já, við rjúum fyrir útsendingun og við fréttum með því sem er að gerast niður í miðbæ. Við sögðum frá því að 60 rúður hefur bara þar, 60 rúður, en það nýjasta er víst í málunum að það er víst ekki með 30. Það er ekki með 30 rúður, í endurk 30 rúður, það er mikil ólæti í unglingum, alltaf tjá á tundri, en við höldum áfram að fylgjast með þessu og komum aftur með fréttir, fyrst eins og alltaf. Borgarstjóri. Nú hafa komið fram mjög almenn mótmæli gegn þessari ráðhúsbyggingu í Tjörninni. Já, ég tel það mjög viðunandi. Almenningur botnar ekkert í Tjörninni, enda er hún botlaus. Skoðanakannanir sýna að mikill meirihluti er á móti byggingunni. Ég veit ekki betur en að ég sé meirihlutin í borginni. Og þú óttast ekkert framtíð fuglalífsins ef þetta hús verður reist? Já, í þessu húsi verða til dæmis endurskoðendur borgarinnar, þannig að það má segja að þetta sé fyrst og síðast hús andmanna. Fyrirgefðu, má ég trufla þig augnablik? Segðu mér, af hverju ertu að gráta, maður? Ertu ekki hress? Ég er ekkert að grenja, það heldur þessi hvað gaman það er alltaf verið að bera út okkur alls konar óhróður. Hvaða óhróður? Ég skil ekki. Þetta sé hvað gaman það er alltaf verið að segja að við séum voðalegi sóðar og ég sé allt maður til pattum og alls konar dýlum og svo leiðis, þetta sé hvað gaman. Þú telur sem sé að þetta sé allt helber ósannindi eða hvað? Svo við þingir ekki búið til lögum að við séum ekki sóðar. Hvers konar stjórn er í þessu landi? En ég sé ekki betur en þú sért að hræra í einhverju. Þið hafið þá slátrað eftir allt saman hér á Búldudal. Nei, við slátruðum einhvern allt saman rekinastrófið. Í hver ertu þá að hræra, maður? Þetta var kínversku pottréttur sem ég hef bett á og sem ég getur notað ef ekki verið að fá alveg drollugjöð. Og þá erum við aftur mætt við Dídí og ætlum í... Og við biðjumst velvirðinga á þeim töfum sem orðið hafa vegna af tæknilegra örðugleika. En nú er ekki eftir neinu að bíða og við skulum vinda okkur bara beint í fyrstu tölurnar. Já, Lotta. Dídí. Já, þakka fyrir takk minn. Lotta er komin í gang og við bíðum bara eftir fyrstu tölunni. Hún hlýtur að vera á leiðinni.
Já, fyrsta talan er komin, hún er 15. Fyrsta talan er 15. Tippi, ég var með 15. Já, þú varst með 15, það er nú gott takk mín. Og önnur talan er 3. Þetta er að verða ansi spennandi. Ég var líka með 3. Tölum að koma til eina vannar úr mallanum á loftu og 3. talan er 2. 3. talan er 2. Og þá fyrir það að verða spennandi. Hverjir verða milljónir í kvöld? 4. talan er komin og hún er 28. 4. talan er 28. Og 5. talan er gulrót. Gulrót? Gulrót. Já, gulrót. Þessi gulrót sem við sjáum núna, hún á ekki að vera það, þannig að hér er eitthvað ennþá að teknilegur örðuleikar, þannig að ég held að við hrjúum útsendinguna og aðtöfum, við hingrið bara augnablik, hingrið ekki henda með honum eins og áður, ekki henda með honum, bara rétt að aðtöfa þetta. Þú lítið skræmyndi sættur alltaf. Það átt að því að vera að skilja eftir næstu sitt, bara út allt, ofan í loftu og á. Halli, þetta þarna ennþá. Ég er búinn að leita þér út allan spítala, maður. Allt í plati í slísavandræfing! Já, ég heiti Gróa Pálsdóttir. Ég skúra hérna hjá sjónvarpinu. Ég var beðin að minna ykkur á að greiða afnotagjöldin. Sko, ég var ekkert ráðin hingað til að vera að begla mig þetta. Ég bara vil fá að vinna mína vinnu. Ég segi nú svona, að begla mig þetta. Ég bara vil fá að vinna mína vinnu. Ég segi nú svona. Það er mesti misskilningur að Alþýðubandalagið sé í útrýmingarhættu. Landsfundurinn leiddi einmitt í ljós mikinn innri styrk og baráttu vilja sem þarf til þess að berjast á hinum pólitíska vígvelli. Alþýðubandalagið er mætt til leiks sameinað. Það er svo glatt sem gerist inn á fundi, gremjan skín á voða hýrri brá. Eins og í réttum rakki mæti hundi, rífa klæðir, beina bít og slá. Á meðan brútin stendur sínum stóla og stormar Guð af eigin kjörleifur. Þá hittir þetta öskustól sinn Ólaf, en út í horni grenja Sigríður. Það er svo tært sem gelist inn í glaumi, grátandi að reyna sínast fress. Straumið burtu fylgi tímans flaumi, floginn til New York svaðargess. Því oss best að forða oss í flaustri og fljóta var að hátta villum stund. En þegar einhver roðan sér í austri, þá óðar setjumst þar og höldum fund. Já, reynið bara að halda fyrir helvítið! Það reyna sér getið! Viðskiptaráðherra hefur gleymt að spyrja utanríkisráðherra leyfis og gefið fiskútflutninginn frjálsan. Ráðherrar frjálsrar samkeppni ætla alveg vitlausir að verða. Og ég er að nata hlusta þetta situr þetta er 999 og við erum að fylgast og við erum að tala og við erum að hlusta og við erum ennar og við erum alveg á gullu og ég verður eitthvað 15 tíma á morgun og þetta er sífilan og þetta er 999,9. Eins og komuðu fram í fréttum sendi íslenski konsúllinn í Nígeríu stjórnvöldum hér
bréf tilliðkunarfé. Við rjúum hér útsendingu vegna þess og okkur tókst að ná tali á konsulnum og heimili hans í úbata búa og innan eftir þessu máli. Yes, as a consul of Iceland, I'm very surprised that the Icelandic government do not understand high finance. Those $100,000 that Skreiðarmenn Limited gave me were of course used as a bribery. No, bribery, no, not tilliðkunarfé. Mútur, you have to learn to use the right word. Yes, and the scandalous insolence to call me to court in London for helping you. Why not call those to court who gave bribes? After bribery has been delivered, there is no mention of again, and of course there are no records. Yes, I do not have it anymore, and don't expect us to buy Skreið from you anymore. At least do not expect us to pay for it. No. Nú já, þá þetta blessu landbúnaðarmálin, þeir eitthvað að jarma. Nú eða kvótinn. Já, eða þjóðarsáttur. Allar trissur ráðherrarnir renna, en raunar fundu hvergi stefnu sína. Það var alveg dæmalaust hjá denna að detta ofan á hana út í Kína. Á búðar mikil Halldór sýpur kveljur, því hvaladrápið svo gott sem bannað. Jón Helgason, hann brytjað niður belju, en Birgir, Matt og Friðrik sker allt annað. Svo þegar búin stjórnin að steita, stefnulaust á skerjum þjóðarhagsins, og framar engum brögðum að beita, býr hún sig undir konsert morgundagsins. Nú hafinn hinn árlegi áramótadansleikur í sjónvarpinu. Þessi skemmtilegi dagskrárliður sem kunnugt bara einu sinni á ári. Þess vegna heitir hann áramótadansleikur. Það verða eingöngu þekkt andlit sem þið sjáu dansa fyrir sjónum ykkar hér í kvöld. Hingað fá bara að koma þeir sem eru frægir, eða sem eru alveg að verða frægir, eða sem hafa bara alltaf verið frægir. Nei. Þarna sé ég tvo góða saman. Alltaf fyrstir, sama hvað einum sem eru mætt. Hæ, strákar! Ekki bara frjálsa útrásin og ríkisútrásin farin að fallast í fama bara? Hvað við maður? Skál, strákar! Skál, við erum eins og bræður, það engin munur okkur. Nei, þetta erum líka í sama brönsunum. Hálftíma á milli vinna, hvað Hálftíma á milli vinna? Ekki hægt að þakka niður í þessu greiðu popparana? Heiðu! Fyrir skan, syngdu núna. Syngja. Fárið liðið og fjárið gott það til fjandans með allt heila klappið. Skál! Ég láti þetta næra áramótadansinn í bili. Ég kem aftur síðar ef ég nenni. Þú kemur ekki aftur síðar. Og hér koma nýjustu úrslit í skoðanakönnunum horfun. Okkar rás. Og hinn rásinn.
Þessi þjóðvegur hérna á að heita Ráðhússtræti. Hann er dálítið mjór, við verðum að breikka hann. Það er dálítið erfitt að breikka hann til austurs vegna brekkunar og tjarnarinnar. Þess vegna höfum við ákveðið að bæta við 2 akreinum yfir þetta óbyggða svæði hérna vestan megin. Over my dead body! Fóstrur, hjúgrunarfólk, já og ríkisstarfsmenn almennt. Ekki eyða ævinni í nöldur. Ekki vera sífellt að kvarta léleg laun. Komið heldur til okkar. Ykkar bíður heillandi heimur. Á auglýsingastofum landsins nóg að gera við að auglýsa eftir starfsfólki í ríkisfyrirtækin. Snúið á kerfið. Fáið ykkur vinnu við að auglýsa eftir ykkur sjálfum. Næg vinna, ótrúleg laun í boði. Hús andanna. Svanasöngur skáldkonunnar horfitru Matthildar Davíðsdóttur. Andagiftin einstök og hugmyndaflugið engu líkt. Rætast gamlir draumar, verður tjörnin flutt upp í Árbæ. Hús andanna, sannkölluð hrollvekja í skammdeginu. Gæsahúð sem vari. Bókaútgáfa Axel Skaft. Söngur villiandarinnar. Harmræn skemmtisaga byggð á sönnum atburðum. Hver var hún farandöndin sem hreiðraði sig óboðin í Tjarnarhólmanum og sló bara á létta strengi þegar tjarnarbúar vildu stöggja henni í burtu? Svarið fæst í þessari mögnuðu bók. Söngur villiandarinnar, enn eitt klúðrið frá Axarskafti. Söngur villiandarinnar, enn eitt klúðrið frá Axarskafti. Búnaðarbankinn vinnur með þér. Etið fjallalambið áður en það etur landið ykkar. Háleistar frá Víkurbrú. Ertu með bankakort? Já, ég hef nú verið að lesa þessa bók og ég get ekki neitað því að ég hef orðið fyrir mjög ákveðnum áhrifum af Gorbatsjov.
Við minnum enn á hinn vinsæla þátt úr sálardjúpunum þar sem Vigdís dam rekur garnirnar úr fólki. Elskan mín góða, ég var búin að drekka svo mikið, varla runnið af mér í öll þessi ár. Já, svo gekk ég bara á milli manna, bara úr einu rúminu í annað, rétt eins og jójó. Já. Svo ég ákvað að gera eitthvað í málinu, já. Ég varð að drífa mig og realisera mig. Já, svo ég ákvað að fara á garðyrkjuskóla í Hollandi. Já. En áður en að því var mér boðið til Ástralíu, frændi minn sem býr þar. Já, hann getur ekki komið hingað svoleiðis að ég var bara að fara til hans. Já. Svo ég dreif mig bara til Ástralíu og þar hitti ég auðvitað John. Úr sálardjúpunum á dagskrá nú á eftir á Rás 13, snarruglaður þáttur. Halló! Það er hvalur! Nei, þetta er bara ég. Ég sá þig. Ertu ekki þreyttur? Er þetta ekki alveg fallræði? Nei, það fyrir alveg ágætlega hérna, alveg stórvel bara. Já, ertu ekki kalt? Nei, ég er svolítið svangur. Aumingastra, heyrðu, ég er hérna með aðgang af nestinu mínu, má ég ekki bjóða þér? Já, takk. Heyrðu, ég kem hérna til þín, elskan. Svona. Ég segi það ekki að garnirnar eru farnar að gaula. Kemur meira. Það er meira, elskan. Af hverju hangirðu svona? Það? Hvað gerir maður ekki fyrir bestu vinni sína? Það er meira, svona. Gott þetta kjöð! Hvað er þetta? Almáttu, þetta er bara hvalkjöt. Er þetta bara... Framhjáðir hvalir í 1000 höfum sem þekkið ógnir byssu hvort. Nú bátar velt í botum gröfum. Voða súr er Kristján Lott. Úr hans öllum botnlokkar af brjótum ræður þar er okkar vor. Í bringu framsók skeppi skjótum og skerum Halldór Ásgrímsson. Helgi Kristjarnar hann er okkar harðsnúni sér og hvalaveiði bann er að duga hval HF. Já, það er margt sem ber að varast. Rannsóknarlögregla ríkisins hefur nú til meðferðar máls sem kom upp þegar sprenging varð í bílskúr í Kópavognum í gær. Talið er að orsökina megi rekja til grillolju sem seld er á þessum brúsum og er ástæða til að vara fólk við að kaupa þetta. Því að hérna stendur þolir ekki hnjask, þolir ekki þetta, þolir ekki hitt. Það má segja að þessi sakleysislega grillolja beri nafn með rentu því að allt lauslegt bóstalega fuðraði upp. Já, til þess eru vítin að varastau. Yngvi. Já, þakka fyrir Halli mín. Nú, það er enn einu sinni þetta sem er að gerast í miðbænum. Ég fór sjálfur að kynna með málið, skrapp niður í bæ, en það verður bara að segjast alveg eins og er að það er bóstalega bara ekkert að gerast. Að vísu brotnaði ein rúða, en það með víst hafa verið að völdum frostskemmda, brotnaði ein rúða. En, Halli. Ég þeyttist upp úr fötunum. Ég er hérna. Íslendingar þykja öðrum þjóðum duglegri við að tileinka sér tækninýjungar. Hér kemur dæmi um það. Il Basilio! Þetta er kona mín, þá er ég farin. Hertoginn af Mantoux hér. Já, komdu blessaður. Sæl. Heyrðu, ég sit hérna á 8. bekk og ég heyri valla bofs í þér. Þú myndir nú ekki velja að vera svo sætur að syngja þetta í farsíman fyrir mig. Já, þetta er nefnilega uppáhaldsarjan mín.
Og svo á ég afmæli í dag. Hún á afmæli í dag. Hún á afmæli í dag. Hún á afmæli þarna á 8. bekk. Hún á afmæli. Þá eru þau farnir til útlanda, blessaðir. Einu sinni enn. Nú árið senn á enda, annar betra tekur við. Í krossvi skulum kvæði venda og byrja loka sönginn saman við og þið. Enginn veit hvað okkar bíður, enginn veit á hverju líður. Tíminn líður og drauminn finnum stundar við. Því það nú svo að við hoppum og skoppum með hraði alltaf best til að hafa upp úr lífinu það sem þeir segja sér dýrast fínt og best. Farsíma græjur og myndikinn ráðhús og voða magran hest og Volvo hér og Volvo þar sem fjórða bíl sé best. Allt kvitt í kvöld á ferli og því lofið óskastund. Blasaðir í dagsins erli, við drífum okkur beint á hamingjumsstund. Mitt í fjölrið annað fárið, þessi fjörra laufa smári. Og við heilsum heilir árið, sem ríkus gefur gullífum. Sem ríkus gefur gullífum. Þið megið henda miðunum. Þetta er búið.